60 grindhvalir syntu upp í fjöru við Ólafsfjörð í dag. Björgunarstörf standa yfir og reynt að koma þeim aftur út á haf. Ísraelsher drap 3 háttsetta embættismenn og gerði árás á kjarnorkuver í loftárásum á Íran í dag. Ekkert lát á átökum ríkjanna sem hafa staðið í 9 daga. Tugþúsundir úkraínskra barna eigast að geta sótt miskabætur vegna afleiðinga innrásar Rússa í Úkraínu. Evrópuráðið kemur á fót úrskurðarnefnd fyrir lok árs. Fallvarnir undir Eyjafjöllum verða ekki settar í forgang þrátt fyrir að banaslys hafi orðið þar í vor eftir grjóthrun. Íbúi í nágrenninu lýsir yfir vonbrigðum. Og ungi fótboltaáhugamaðurinn Ægir Þór Sævarsson sem með Duchenne vöðvarýrnun upplifði ógleymanlega stund á fimmtudag þegar hann hitti argentínska knattspyrnumanninn Lionel Messi. Gott kvöld. Átökin milli Ísraels og Írans hafa nú staðið í rúma viku og ekkert lát á árásum. Ísraelski herinn gerði árás á kjarnorkuver í Íran fyrr í dag. Ísraelsher gerði árás á Isfahan kjarnorkuverið í Íran í loftárás í morgun. Þetta í annað sinn sem Ísraelar gera atlögu að kjarnorkuverinu síðan átök á milli ríkjanna hófust, en þar eru framleiðslutæki til auðgunar úrans. Fyrri árásinn var á fyrsta sólarhring átakana. Kjarnorkustofnun Írans segir að skemmdir eftir árásina séu minniháttar og að engin merki séu losun á geislavirkum efnum. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin staðfesti það síðdegis. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði eftir árásina að Íran myndi ekki falla frá áætlunum sínum að nýta kjarnorku í friðsamlegum tilgangi. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, sagði í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X að hann hefði rætt við Pezeshkian í síma í dag. Þar hefði Pezeshkian sagst vilja byggja upp traust við önnur ríki. Erdogan, Tyrklands forseti, fundaði í Istanbul í dag með Abbas Arasi, utanríkisráðherra Írans. Erdogan segir Tyrkland reiðubúið að gegna hlutverki sáttamiðlara í viðræðum Írans og Bandaríkjanna kjarnorku áætlun Írana. Arasi varar Bandaríkjastjórn hins vegar við því að blanda sér í deilur Írans og Ísraels. Samkvæmt opinberum upplýsingum hafa 25 verið drepin í árásum Írans hers á Ísrael frá upphafi átakana. Talsmaður íranska heilbrigðisráðuneytisins segir að 400 hafi verið drepin í árásum Ísraels hers. Einn var fluttur á sjúkrahús með alvarlega stungu áverka eftir líkamsárás í Reykjanesbæ í gærkvöld. Árásarmaðurinn var handtekinn á höfuðborgarsvæðinu í nótt og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Að sögn lögreglu rannsókn málsins á frumstigi. Líðan mannsins sem varð fyrir árásinni sögð stöðug en alvarleg. Íbúi í Varmahlíð undir Eyjafjöllum segir vonbrigði að stjórnvöld ætli ekki að setja í forgang að bæta fallvarnir þrátt fyrir banaslys eftir grjóthrun í vor. Aðeins eru grjótvarnir á 5 stöðum á landinu en hætta á grjóthruni á tæplega 90 stöðum. Banaslys varð á þjóðveginum við Holtsnúpi í Steinafjalli í lok mars þegar grjóthrundi úr veginum og hafnaði á bíl sem ók í austurátt. Síðan þá hafa íbúar í kring farið fram á að stjórnvöld setji upp fallvarnir. Þetta er náttúrulega alveg óhugnanlegt eins og það 7 ára stelpa sem fer 2 á dag hérna frá þessu heimili og fleiri krakkar í kring. Maður spyrir sig að þetta verið skólabíl sem hefur lent í þessu, hefðu verið settið varnir þá. En svo sjá má hér töluvert af lausu grjóti, stærðarinnar hnullungum sem geta auðveldlega skriðið fram. Og í raun ekkert sem grípur þá nema þá hugsanlega þjóðvegurinn sjálfur. Fallvarnir á þessu svæði verða hins vegar ekki í forgangi hjá Vegagerðinni. Það nú bara eiginlega frekar fullt. Þetta eru fá tilvik þar sem að falla steina niður og því miður erum við með víða á vegakerfinu all land, ekki síst á Vestfjörðum og Austfjörðum, hættulega og varasama staði þar sem eru mun tíðari svona skriðuföll og steinar að falla niður. Þannig að þetta bara alltaf spurningum forgangsröðun. Hætta á grjóthruni á 86 stöðum á landinu, þar af eru grjótvarnir á 5 stöðum. Þá hefur það gerst 96 sinnum á síðustu 25 árum að snjór eða grjót hafi runnið á bíl. Einar segir bændur reglulega fjarlægja grjót af veginum. Móðir mín hefur lent í stútabílnum sínum á grjóti og hún keyrði yfir hann og steinninn reif allt gallerið undan bílnum. Það hefði getað farið verr, hefði það verið stærri steinn.
blessunlega gera það ekki. Vegagerðin hefur aðgerðir á svæðinu til skoðunar á 300 metra kafla. Ódýrasta leiðin myndi kosta 80 milljónir. Það er svo sem tvennt sem við höfum bara hort á. Það best væri auðvitað að færa veginn aðeins frá hlíðinni og þá myndum við laga lengri vegkafla í leiðinni en það er líka talsvert dýrt. Ódýrast og einfaldast er væntanlega að gera svona útbúa fallvarnir, svipað og gert hefur verið í bæði Þvottárskriðum og Hvalneyjarskriðum fyrir austan. Það sem er það búin til skápur og einhvers konar veggur, 2 metra hár veggur sem stoppar þá steina af. Tugþúsundir úkraínskra barna geta brátt sótt bætur vegna þess skaða sem innrásarstríð Rússa í Úkraínu hefur valdið þeim. Úrskurðarnefnd miskabætur tekur til starfa á vegum Evrópuráðsins í lok árs. Á leiðtogafundi Evrópuráðsins sem haldinn var í Reykjavík fyrir 2 árum var samþykkt að setja á stofn tjónaskrá vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Skránni er ætlað að taka til eignaskemmda, manntjóns og alvarlegra meiðsla sem orðið hafa í stríðinu. It's important to achieve financial compensation, but it's equally important to achieve international recognition of Ukrainian children being war victims. Júlía situr í stjórn tjónaskrárinnar og segir afleiðingar stríðsins miklar fyrir úkraínsk börn. Ekki síst þau börn sem voru flutt nauðug frá Úkraínu til Rússlands. Those children are not allowed to speak Ukrainian. They are forced to forget their national identity. They are told that Ukraine will stop existing. They are told that their future is completely connected to Russia, and they have to go to military schools so that Russia could use them in the future as weapons against Ukraine. Aðildarríki ráðsins hafa nú komið sér saman samningsteksta og undir lok árs verður komið á fót úrskurðarnefnd bætur, meðal annars fyrir brot sem framin hafa verið gegn börnum, þar á meðal ólögmætar brottvísanir. Það er bara einn aðili sem ber ábyrgð á þessu. Það er Rússland. Það er kannski ekki gert ráð fyrir því að Rússar muni sjálfir koma að og samþykkja bótagreiðslur, þannig að það verður að skoða aðrar leiðir til þess að nýta hugsanlega kyrrsettar eignir Rússlands á erlendu vettvangi. Næsti fasi hjá tjónaskráni er að útbúa það sem snýr þá að börnum og því tjóni sem að þau hafa orðið fyrir, allt frá því að geta ekki mennta sig, fá ekki aðganga heilbrigðisþjónustu og síðan frekara allra handa tjón og auðvitað þarna undir eru tugþúsundir barna sem hefur verið stolið. Most of all, I am worried about Ukrainian children because they represent the most vulnerable part of Ukrainian population. I am absolutely worried about children who spend their childhood in Ukraine because in Ukraine there is no safe place. Þannig Alþingi. Annarri umræðu veiðigjaldsfrumvarpið var framhaldið í dag. Einungis þingmenn stjórnarandstöðunar voru á mælendaskrá. Önnur umræða hófst á miðvikudag og hafa þingmenn rætt máli í tæpar 40 klukkustundir. Önnur umræða getur fræðilega séð staðið yfir eins lengi og þingmenn kjósa og engin takmörk á hversu oft þingmenn geta tekið til máls. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt frumvarpið harðlega og vill að ríkisstjórnin dragi það tilbaka. Það sé illa unnið og þörf á frekari greiningu. Það virðist vera næstu því alveg sama hvað sagt er, hvað varnaðarorð varðar. Það næri ekki gegn og ég hugsi yfir því hvers vegna svo sé í máli sem er jafn seint fram komið og raunin er, unnið í jafn miklu offorsi og raunin er. Stjórnarliðar voru ekki ábyrjandi í umræðunum í dag en Logi Einarsson menningar- og nýsköpunarráðherra mætti þó í andsvör til að mótmæla fullyrðingum að frumvarpið feli í sér sérstakan landsbyggðarskatt. Hér erum við að tala að þjóðin fái eðlilegan hlut af auðlindarentu sem skapast þegar að fyrirtæki fá að nýta sameiginlegar auðlindir og eru þar í allt annarri stöðu heldur en venjuleg fyrirtæki á markaði. Og þetta mun ekki hafa áhrif sem kemur neinum að hnýja. Langþráður draumur Ægis Þórs Sævarssonar rættist á fimmtudag þegar hann hitti argentínska knattspyrnumanninn Lionel Messi fyrir tilstuðlan umhyggju félags sem vinnur að bættum hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra.
Hvernig var þessi upplifun þarna á staðnum? Það var rosalega mikið spennandi, þetta er náttúrulega í göngunum þarna hjá leikmönnunum. Enginn fær yfirleitt að vera þar, við vorum bara ein þar ásamt nokkrum starfsmönnum og það var svo mikið spenna í loftinu að maður fann það svo mikið að allir vildu láta þetta gerast, gefa Ægi þetta moment. Það var bara þá í loftinu og eftir að það gerðist þá var allir bara á stedinu á leikvanginum að tala þetta og koma og knúsa okkur og fólki fannst þetta bara alveg stórkostlegt og voru með tárin í augunum eins og við. Og nú myndband sem að þú deildir hérna á samfélagsmiðlum búið að aldeilis fara sem eldur sinu á veraldarvefnum. Áttu þið vona að forseti FIFA myndi deila þessu áfram á Instagram? Það var stórkostlegt í gær. Ég sá að hann deildi þessu og hann skrifaði meira sérstaklega Ægi og notaði íslenskt Ægi. Bara ég var mjög ánægð með það og talaði með Duchenne og sem náttúrulega greiðlega mikilvægt fyrir okkur því við erum alltaf verið að vekja vitund Duchenne og sjálfgefa sjúkdóma og það myndband held ég sé komið með 2,5 milljón áhorfa sem náttúrulega bara galið og við erum að fá skilaboð frá fólki allan heim og stærstu fótboltasíðarnir í Argentínu að birta fréttir þetta og skrifa Ægi og hans sjúkdóm og þetta náttúrulega bara galið sko. Eitthvað útlit fyrir að hitta Messi aftur? Já, það nefnilega skemmtilegt að segja frá því. Ægir sem sagt í svona ferli Make a Wish heitir það í Bandaríkjunum sem að láta drauma langveikra barna rætast og hver sem svo draumur að fara í Disney World eða hitta einhvern og Ægir í því ferli þannig að það verður ekki leiðilegt að hitta Messi aftur bara. Nei. Skemmtilegt. Ný sundlaug var formlega opnuð í Reykjanesbæ í gær og markar hún tímamót í uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum. Nýja laugin staðsett við hlið Æsmar hallarinnar í Stapaskóla sem var tekin í notkun í október í fyrra. Aðstaðan felur í sér 25 metra innilaug, pottarsvæði, gúfubað og infrarauðan klefa. Undirbúningur að byggingu Stapaskóla hófst árið 2016 og framkvæmdir hófust árið 2018. Nú stendur yfir lokafrágangur á seinni hluta verkefnisins sem sundlaug, íþróttahús og bókasafn. Sá hluti mannvirkis hófst í beinu framhaldi af uppbyggingu grunnskólans. Við lögðum áherslu á það að vera með mjög bjart húsnæði. Það pottarsvæði úti sem snýr til suðurs fyrir sólina og svo útsýni til norðurs frá sundlaug og sundlaugarsvæðinu. Það líka merkilegt með þessa byggingu að við erum með öll tæknimál á fyrstu hæð og sundlaugin raunar á annarri. Þannig að við erum að lyfta því upp öllu varðandi útsýni og birtu og fleira. Verður ekki mikið rok hérna? Jú, það alveg rok hérna á Suðurnesjunum eins og menn þekkja en það koma dagar og þá erum að nýta og vera með húsnæði sem að fólk getur notið sólarins og loksins þegar kemur. Húsnæðið sérstaklega hugsað til að mæta þörfum íbúa í innri Njarðvík sem hefur fjölgað hratt á undanförnum árum. Bókasafnið opið almenningi og sundlaugin þjónar bæði íbúum og nemendum skólans. Íbúar segja að nýja íþróttamiðstöðin breyti miklu fyrir hverfið og daglegt líf. Við komum hérna saman og virkum dögum og lögatum, göngum hérna okkar hringi og kíkjum í blöð og spjöllum saman og leysum vandamál. Ég bý í Njarðvík og það gaman að koma hérna og vel tekja mót okkur hérna og það svo bjart hérna yfir og gaman að sjá krakkana hérna á æfingu hérna. Og við vorum að labba líka þegar skólinn í gangi sko. Nú engin skóli eins og en bara gaman að koma hérna og vera hérna. Hvað með sundlaugina? Ætlið þið að koma líka í hana? Já, ég búin að ákveða fyrir mig allavega að nýta þetta allt eins og gufubaðið og setlaugarnar og Þá ætlum við loksins til Ólafsfjarðar því lögregla og björgunarsveitir á Tröllaskaga voru kallaðar út í dag til að losa grindhvalavöðu úr fjörunni í Ólafsfirði. Hvalirnir syntu Ólafsfjarðarhöfn áður en þeir tóku stefnuna upp á Strönd þar sem þeir sátu fastir. Hvalirnir sá fyrst inn í Ólafsfjarðarhöfnum miðjan dag og þetta eru sennilega 60-70 hvalir og þeir fóru sér út úr höfninni, rakleitt hér upp í sand og það eru margir þeirra strandaðir hérna og nú er að reyna að koma þeim á flot og bjarga þeim sem hægt verður að bjarga. Hvenær var það sem að þið sáuð grindhvalavöðuna hérna inn á firði? Ég veit það ekki. Við fengum útkall 4:00
og allir þetta sé ekki klukkutíma áður, þeir voru búin að sjá hvalirnir, skilst mér eitthvað í höfninni, einhverju færri, en svo þegar við komum hérna og erum að telja þá þetta milli 60 og 70 hvalir. Og þið eru hér í aðgerðum að reyna hvað að koma þeim á flot? Já, við höfum náð nokkuð miklum árangri því það eru miklu færri hérna núna að koma þeim út, síðan var það verkefni að halda þeim úti, þeir kemur ekki aftur að landi og það hefur svona unnist vel en síðan erum við með annað verkefni sem kemur beint ofan í þetta því það hérna aðeins vestar sem þeir virðast hafa komist inn aftur. Þannig að þeir snúa við? Já, það er einhver goggunarröð hjá þeim, þannig að þeir fylgja einhverjum, reyna að elta þann og þannig að okkur er bent á að taka stærsta hvalinn fyrst út, það sé frekar að þeir fylgi þeim og þá frekar að ekki taka þá litlu að því þeir fylgja mæðrum sínum og svo framvegis. Þetta eru þær ráðleggingar sem við höfum fengið og það er bara þannig að við erum með strappa sem við setjum undir og erum að reyna að toga þá út og þetta er miklu minna núna heldur en var, svo er bara að sjá til hvað verður eftir, við náðum alla öllum á lífi. Hvað voru margir sem að strönduðu og þið hafa verið að hjálpa? Ég get ekki talið hvað það er sem við erum búin að hjálpa mörgum en eins og ég segi, við töldum milli 60 og 70 þegar við byrjuðum með aðgerðum hérna og ég hef ekki slegið tölu á núna, ætla að séu 20-30 sem eru núna hvað losnaði sjálft, hvað var togað út og svo framvegis. Það er að falla að sem að hjálpar okkur mikið. Það þýðir að við fáum bara meira undir þá. Áttu vona að þið náið að bjarga öllum? Nei, ég þori ekki að vona það því að þetta er náttúrulega skepnur sem er búin að liggja hérna í 2-3 tíma á grynningunum. Þannig að einhver þeirra örmagnast og einhver þeirra ná að bjarga sér en ég allan að vona eins og staðan er að við náum að bjarga svona, meira en helmingnum allavega. Og yfir annað, því í dag er síðasta tækifæri til að sjá vídeólistaverkið The Clock, klukkuna, sem er talið eitt merkasta listaverk 21. aldar í Listasafni Íslands. Safnið verður opið í alla nótt, en þetta er í þriðja sinn sem verkið er sýnt í fullri lengd, eða í heilan sólarhring. Sólveig Ólafsdóttir, þú ert niðri í Listasafni. Eru margir í safninu núna? Já, hér hefur verið stöðugur straumur fólks í allan dag og salurinn er alveg smekkfullur og margir að koma í annað, þriðja og jafnvel fjórða sinn. En hjá mér er hún Ingibjörg Jóhannsdóttir, safnstjóri. Ingibjörg, geturðu lýst aðeins fyrir okkur hvernig verk þetta er? Já, þetta er sem sagt 24 tíma vídeóverk sem er klippt saman af þúsundum brota úr kvikmyndasögunni og alveg frá upphafi kvikmyndasögunar til okkar daga. Og þetta er í rauninni tímamælir í sjálfu sér, þannig að þegar maður stígur inn í salinn þá er sem sagt, myndin sýnir þann tíma sem við erum stödd í. Og hvernig hafa viðtökurnar verið hérna? Sko við höfum bara aldrei séð jafn mikið af fólki koma á Listasafn Íslands og það er bæði svona fólk sem kemur á allar sýningar og svo líka fólk sem hefur aldrei komið hérna áður og í rauninni miklu yngra fólk en við höfum séð svona að öllu jöfnu. Hvernig eigið þið vona að þetta verði í nótt? Verður áfram hérna stöðugur straumur? Ég hugsa það er í rauninni búið að koma miklu fleiri í dag heldur en síðustu. Við höfum haft sem sagt þetta þriðja sólarhringsopnun sem eru með og þetta er svo stærsta og það er búið að vera biðraðir hér í dagana slagið og það verða örugglega biðraðir líka. Það er svona aðeins sem við róast núna í kringum kvöldmataleitið. Það verður örugglega mikið af fólki og mikið stuð og stemning. Já, við þökkum henni Ingibjörgu héðan úr Listasafninu og kveðjum héðan og hvetjum alla til að koma hingað í nótt. Takk fyrir það, Sólveig Ólafsdóttir í Listasafninu. Við snúum okkur öðrum. Ein jörð, ein heilsa er þema alþjóðlega jógadagsins í ár, en hann var haldinn í 11. sinn í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Sendiherra Indlands á Íslandi telur að sífellt fleira ungt fólk stundi jóga nú orðið. Hann sjálfur iðkar jóga og segir það óaðskiljanlegan hluta af indverskri menningu. Á alþjóðlegum degi jógaiðkunar bjóða sendiráð Indlands allan heim upp á sameiginlega jógaiðkun og hér á landi er dagurinn haldinn hátíðlegur í 11. sinn. Yoga is becoming very popular across the globe
it was popular, and thanks to the International Day of Yoga declared by the United Nations, more and more people are now aware of the benefits of yoga. So in addition to Indian embassies, we have many other yoga organizations across the globe conducting events on this occasion, particularly today, 21st of June. En jóga mjög vinsælt á Íslandi og núna þessi dagur valinn af því að nú eru sumarsólstöður hjá okkur, lengsti dagur ársins hér á norðurhveli og ég held að kannski enginn þurfi jafn mikið á jóga að halda á við. Að kalla til okkar svona gleði og fagna sólinni þó hún sé kannski ekki alveg sýnilega akkurat í dag. Sendiráð Indlands og Reykjavíkurborg hafa gefið út jógabækling sem var kynntur í dag. Síðastliðin 6 ár hefur Sendiráð Indlands boðið upp á daglega fría jógatíma, bæði á morgnana og á kvöldin, þar sem allir áhugasamir eru velkomnir. Reykjavíkurborg hefur einnig haft jógatíma mánaðarlega í Ráðhúsinu. Frá jóga í veður. Það verður skýjað mestuleyti á landinu næstu daga og það er viðbúið að eitthvað muni rigna á köflum og þá sérstaklega austan til á landinu. Hitatölur verða almennt á bilinu 10 til 15 stig sunnan á vestanlands en norðan og austan til verður heldur svalara eftir helgina. Náranum það hér að loknum íþróttafréttum. 10. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta kláraðist í dag með 3 leikjum. Við tekur rúmlega mánaðar frí vegna EM þar sem blikakonur sitja á toppnum. Við fljúum bara út núna mánudaginn, þannig að það er bara pakk í dag og morgun og svo má bara fara inn. Fimleikakonan Hildur Maja Guðmundsdóttir skrifaði nýjan kafla í fimleikasöguna á Íslandi í dag þegar hún nældi sér í silfurverðlaun á golfi á heimsbikarmóti í Úsbekistan. Og Vignir Vatnar Stefánsson er Íslandsmeistari í skák eftir langt og strangt mót á Blönduósi. Íþróttir hér eftir skamma stund. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Björgunarsveitir á Tröllaskaga voru kallaðar út í dag til að losa grindhvalavöðu úr fjörunni. 60 dýr sátu föst þegar mest var, en samkvæmt nýjustu upplýsingum er búið að bjarga þeim öllum. Ísraelsher drap 3 háttsetta embættismenn og gerði árás á kjarnorkuveri í loftárásum á Íran í dag. Ekkert lát er á átökum ríkjanna sem hafa staðið í 9 daga. Tugþúsundir úkraínskra barna eiga eftir að geta sótt miskabætur vegna afleiðinga innrásar Rússa í Úkraínu. Evrópuráðið kemur á fót úrskurðarnefnd fyrir lok árs. Fallvarnir undir Eyjafjöllum verða ekki settar í forgang þrátt fyrir að banaslys hafi orðið þar í vor eftir grjóthrun. Íbúi í nágrenninu lýsir yfir vonbrigðum. Og ungi fótboltaáhugamaðurinn Ægir Þór Sævarsson sem er með Duchenne vöðvarýrnun upplifði ógleymanlega stund á fimmtudag þegar hann hitti argentínska knattspyrnumanninn Lionel Messi. Þá er þessum fréttatíma ljúka. Við minnum á rúv.is og 10 fréttir í útvarpi sömuleiðis. Við kveðjum að sinni, verið sæl.